14. landsmót Sambands íslenskra harmónikunnenda var haldið í Íþróttahúsinu Stykkishólmi mánaðamótin júní-júlí síðastliðin. Harmónikunnendur var farið að lengja eftir landsmóti því vegna COVID eru 5 ár frá síðasta landsmóti í stað 3 venjulega. Það var félag harmónikunnenda í Reykjavík sem hélt mótið en það var haldið í Stykkishólmi til minningar Hafstein Sigurðsson, harmónikuleikara og tónlistarkennara þar. Á landsmótum eru haldnir tónleikar á daginn og dansleikir á kvöldin, þar sem félög hvaðanæva af landinu spila fyrir gesti og gangandi. Þá eru og félagar heiðraðir fyrir sín framlög. Að þessu sinni voru gerðir að heiðursfélögum þeir Grétar Geirsson Rangæingur, Friðjón Hallgrímsson úr Reykjavík og dalamaðurinn Halldór Þ. Þorvaldsson. Harmónikuunnendur ekki bara þeir sem spila á hljóðfærið, heldur líka og ekki síður þeir sem hafa gaman af að hlusta og dansa við tónlistina. En af hverju haldið landsmót? Það svolítið merkilegt að harmónikar eina hljóðfæri sem á mörg félög í kringu sig. Fyrsta félag harmónikunnenda var stofnað í Reykjavík 1977 og síðan spruttu félag víðsvegar landi og flest eru þau 20. Í dag eru þau líklega 12 eða 13 starfandi félag. 10 eru að senda félaga hingað á landsmótið. Þetta 14. landsmótið. Og 500 jafnvel á böllunum. Sumir koma bara til að dansa. Já. Og við pössuðum að hafa stórt dansgólf. Ég alveg dansfíbl og vil hafa gott gólf. Svo maður þurfi ekki að fara út í hot til að gera rúmbuna sína og maður hefur lent í því Þetta glaðvært og léttlynt fólk. Nákvæmlega. Og þægilegt í umgengni, allri umgengni. Þetta svona fólk á seinna skeiðinu kannski. Já. Eins og við. Já. Hvað svona merkilegt við það? Að spila á harmóniku. Það ekki hljóðfæri sem eins og harmónikan. Það ekki hljóðfæri eins og harmónikan sem getur verið mörg hljóðfæri í einu í rauninni. Og ég skal segja ykkur það að ég var í forsvari fyrir harmónikan á leikskólum landsins 2010 og 11 og þá byrjaði ég á því að segja krökkunum hérna megin píanóborð og hérna bassi sem sér taktinn, svo belgur og það hægt að gera takt á hann líka og þeim fannst þetta alveg merkilegt hljóðfæri og ég hef verið með nemanda sem var veikur 4 ára, ég ætla að læra harmóniku. Já, harmónikuleikarar á öllum aldri. Steinþór Logi Arnarsson tók þátt í sínu fyrsta landsmóti á Hellu 2011 en samt ekki nema 23 ára í dag. Ég var að læra á píanó hjá honum Halldóri Þorgils Þórðarsyni og hann stakk upp á því í einum píanótímanum og við skildum prófa harmóniku. Þá held ég að vera svona 10-11 ára gamall og síðan var það bara raunin að tóku annarkvað tíma kannski á harmónikuna. Og síðan hélt ég áfram bara árin þar á eftir að læra harmóniku og síðan þegar maður búinn að spila með til í þessu þá tók hann mig með sér á harmónikuæfingar hjá Nikolínu og þar hef ég verið að spila með síðan. Hér hljómsveitin Nikolína mætt á sviðið, gjörðu svo vel.
Já, harmónikan skemmtilegt hljóðfæri og hún vekur bara talsverða lukku þegar maður tekur hana með sér. Bara við ýmis tilefni, kannski öðruvísi spilamennska en svona að spila með Nikólínu, það sem eru kannski ballögin og gömlu dansanir. En samt svona inn á milli þá er fólk mjög gaman að þessu og hefur orðið á því að það sé gaman að sjá þetta bara svona í sínum hópi. Þetta er 4. landsmótið mitt. Ég er búinn að spila núna eftir daginn í dag er ég búinn að spila 4. Ég var þá 12 ára þegar ég spilaði fyrsta landsmótinu mín á Hellu. Að sjálfsögðu sé ég framhaldi því, bæði bara að þetta er ánægilegt og gaman og sé ég líka bara viðhalda þessu. Af hverju ekki harmonika? Því að það er hægt að gera allt á harmoniku. Svo miklu meira heldur en bara þessa hefðbundnu danstónlist. Það er bara hægt að nota hana í alla stíla og tegundir tónlistar. Þannig að hún býður upp á endalausa möguleika, finnst mér. Það er náttúrulega bara skemmtilegasta sem ég veit, að fara á landsmót. Því að þá bara, maður er meðal jafningja, alveg sama á hvaða aldrei þeir eru. Þá maður vini allstaðar sem hafa nákvæmlega sama áhugamál og maður sjálfur. Þetta bara gerist ekki betra. Ég byrjaði að læra á píanó og var að spila á píanó alveg þannig til ég var fram yfir 20. Svo 24 ára þá fer ég í þjóðdansafélagi Vefarann á Akureyri og þá vantaði harmonikuleikara. Þannig að ég bara skipti yfir. En svo fór ég fyrir 5 árum síðan, þá ákvað ég að fara í nám hjá Tónskóla Róars, hjá Róari Hvamm. Því að mér langaði að ná aðeins betri tækni svona í belgnum og með vinstri hendina og bassan og svona. Og 5 árum síðar þá er ég bara ennþá að læra því mér langar alltaf að læra aðeins meira og aðeins meira. Harmonikuunnendur gefa út harmonikublaðið hugðarefni sitt en blaðaútgáfa á sér lengri sögu hjá félaginu. 1986 þá komið svo tími að við erum farin að kynnast reyndar svona harmonikustarfi erlendis eða Norðurlöndunum og einhver náungi hérna sagði við mig, sænski harmonikusnillingurinn Lasse Ek sem kom hingað að hérna það er ekkert vit í öðru heldur en að gefa út bara harmonikublað til þess að geta komið boðskapnum allt land úr því að þeir eru búin að stofna félög og þau voru orðin fleiri þá þegar hann kom. Og það virkaði þannig á mig og vinn minn, Þorsteinn Þorsteinsson, að við bara ákveðum það bara að setjast niður einn daginn og fara að gefa út harmonikublað. Og sem að fékk nafnið Harmonikan. Blaðið gáfum við saman út í 10 ár. Og þá gafst hann upp, Þorsteinn, og var alveg komið nóg að öllum þessum skrifum. En ég var ekki alveg búinn að fá nóg. Ég lét mig hafa það. Ég hélt áfram. Og ég hélt áfram í 5 ári viðbót. Þarna náðum við sambandi við marga þessar eldri menn sem voru búin að vera starfandi áratugum saman með þetta áhugamál að baki, að hafa áhuga fyrir harmonikunni. Og þá kem ég nú aftur á því að hvað þetta var, er yndislegt að vera komin hingað og bara upplifa að hitta þetta fólk sem að þekkir svo margt í þessum fallega bæ, Stykkishólmi, þetta bara held ég bara með fallegri bæjum á Íslandi, svei mig þá. Harmonikuunnendur eiga sér hirðljósmyndara sem mætir á flesta viðburði og skrásetur. Hann var heiðraður fyrir það í sumar.
konur þannig til að þegar ég kynnist konu minni sem er sko dóttir harmoníkuleikara og lagahöfunda sem er löngu látin, að hún var náttúrulega tengd þessum félagskap, þannig datt ég inn í þetta sko, í kringum 2000 eða rétt fyrir 2000 sko. En svo hangi ég utan á þessu og allir reyna að láta gott af sér leiða og ég hef gert það með því að vera að taka myndir af öllum mótum og félögum og það komi stórt og mikið safn sem er náttúrulega ómetanlegt, sérstaklega út af því að þeir sem eru horfnir sko, að þeir eru það til á myndum. Sko þegar þetta var komið stórt safn og ég sá að þetta var náttúrulega ekki nokkur hemmi að hafa þetta bara einhvers staðar í tölvu hjá mér, að þá opnaði ég myndsíðu sem heitir Harmoníku Unnendur og það er skrifað þannig harmoníku _unnendur.com og þar geta allir farið inn og séð þessi myndskeið og þessna sótt sér myndir, það er ekkert heila sko. Það er opið fyrir alla. Já, ég bara er hérna sem til þess að njóta og hlusta og dansa eftir þessari músík sem er náttúrulega bara einstök og passar við okkar aldurskeið að sjálfsögðu. Ég er ekki þengjandi fyrir þetta pop og hopp eins og er á svona natúrstöðum og burum í dag. Þannig að þetta henta mér og nýta þess og mun gera svo lengi sem ég stend í lappirnar. Harmoníkan einasta yndi mitt var sagt í gamla daga og þetta einhvern veginn verður svona, já, harmoníka, hún seilist einhvern veginn til valda og grípur maður. Ég hef alveg fullu trú á framtíð harmoníkunar. Það eru margir að kenna á harmoníku og við sáum nú til dæmis hvernig hún þingeyingurinn okkar, Ásta Soffía, það er nú ekki smálaðis talent. Það er fullt af sko fínum harmoníkuleikurum og ég hef bara fulla trú á því að hún á eftir að blómstra og fjölga harmoníkuspilurum. Ég trúi ekki öðru. Ég held að hún komið í gegnum versta. Stórhöfðingjar, Rangavallarsýsla, Vestfirðir og Reykjavík. Ég mætti á öll landsmót síðan 1993. Það var á Egilsstöðum þá. Þá var ég plötuð inn í sveitina því það vantaði eitthvað til að spila raddir og ég get lesið nótur. Þannig annars ég lærði að bara spila á klarinett. Þannig að 1993 og þá var þetta frumraunin. Rosalega erfitt. Það er bara einhvern veginn sko þegar maður sest niður og fer að spila og líka með svona kanónur í kringu sig, svona spilar sem er búin að spila á böllum síðan þeir stóðu út úr hnefa sko. Að það er bara einhvern veginn, fyrst fannst mér náttúrulega ógurlegur heiður
og svo er þetta bara rosalega skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt hljóðfæri og þú getur spilað hvaða tónlist sem er, það býður upp á allt og svo er félagskapurinn og svo er bara, maður fer alltaf þó maður fer þreyttur á æfingu, að þá er maður alltaf léttari þegar maður fer út. Þetta er einhvern veginn svona spennulosun og bara maður nýtur þess. Og það verður að vera, þú verður að hafa gaman að því sem þú ert að gera. Og skila því frá því líka. Þetta er hljóðfæri sem hefur þá sérstöðu að það er handhægt en virkar sem Elínsson hljómsveit. Þú ert með melodíu sem er hljómborðsmegin og svo bassamegin og þá ertu með rytma og bassa. Þannig að þú getur verið með heila hljómsveit bara með einu hljóðfæri og getur farið með hvað sem er. Þetta er kannski merkilega. Auk þess að belgurinn, hann gefur harmonikunum svo mikla tilfinningu og túlkun og túlka allt með belgnum og þar kemur svona tilfinningi fram, ég segi. Áfram með smjörið. Harmoníka reyndar er svona fleiri en einni gerð, þannig að það er til harmoníku sem henta mjög vel bara fyrir konsertmúsík. Það er þetta að spila bara háklassíska músík eins og Bach og eitthvað slíkt og svo er þetta að spila dansmúsík og bara hvað sem er, kaffjósamúsík, meira og meira er harmoníka notuð við jarðarfarir. Þannig að hún á bara mjög víða í popmúsík, meira segja líka, talsvert notuð. Þannig að hún á bara allstaðar við, myndi ég segja. Og menni hafa verið uppgötvað svona aðeins seinni árin að þetta sé hljóðfæri sem er að nota miklu meira heldur bara gömludansinn. Gömludansinn er einn þátturinn en alls ekki svo eini á landsfráði. Ég hef búin að selja hamnúkur mörg ár bara svona sem aukadjobb og áhugamál má segja. Þetta gengur ágætlega, myndi ég segja. Nýja harmoníkur eru minna keyptar en var vegna þess að það er til svo mikið af nýjum orði í landinu. Góðum harmoníkum sem að ganga bara milli manna því að svo deyr einhver hópur sem notar þetta. Þetta harmoníka endist mannsaldur hér í bíl hún er ekki dónit eftir 3 ára eða svoleiðis Nei, þú getur keypt harmoníku og átt hann bara í næstu 50 ári Þannig að það er til mikið af góðum harmoníkum en ég er að selja bæði nýtt og notað og umbúðsölu og svoleiðis. Mér finnst harmoníkan ótrúlega heillandi hljóðfæri og það er svo æðislegt einhvern veginn hvernig maður getur myndað tóninn og það setja allar tilfinningar í tóninn með því að teygja hann og beygja hann einhvern veginn. En það er þetta í rauninu svona blásturshljóðfæri á sama tíma og þetta er hljómborðið, þannig að mér finnst það mjög heillandi hluti. En ég byrjaði líka að spila þegar ég var 8 ára og það var af því að voru svo margir harmoníkunemendur í tónlistarskólanum á Húsavík og bara mikið harmoníkulíf þar.
var í tónlistarnámi í tónlistarháskólanum í Oslo og svo í Freiburg í Þýskalandi og kláraði þar fyrir 2 árum og ég er búin að vera að lifa sem frílans tónlistarmaður síðan með harmonikuna og ferðast rosa mikið og er eiginlega út allt, spila mjög mikið í Noregi og spila ég líka mikið hér. Þannig að það er mjög gaman að prófa það og alls konar ævintýri og hafa upplifað margt. Mér finnst svo gaman að spila alls konar tónlist og mér þykir rosalega vænt danstónlistina og svona skemmtanagildistónlistina í kringum harmonikuna. Svo ég heyrði svo mikið þegar ég var að alast upp heima, var svo mikið að fara á þar sem harmonikufélagi var að hittast og svona. En svo þetta þá finnst mér, ég hlakka til þegar ég byrja að kenna aftur og svona aðeins minnka ferðalögin og byrja að kenna krökkum og þá finnst mér svo gaman að bæði að þau læri hefðina og alla þá tónlistina á sama tíma að þau læri klassiska og þetta svona, þannig að þetta verði sem víðast repertoár sem þau læra og þá held ég að það verði nýlugun með því. Og þá líka verður maður miklu meira alhliða tónlistarmaður ef maður getur spilað alls konar tónlist og kynnst alls konar tónlistarstefnu. Það var ákveðið að fyrir harmoníkunnendur í Reykjavík tæki að sér að halda landsmót en á skiljanlegum ástæðum það ekki hægt í Reykjavík að halda svona. Þetta þarf að vera helst allt við hendina og hér í Stykkishólmi allt við hendina. Hér tjaldsvæðið, íþróttahúsið, sundlaugin, Bónus og ríkið. Það er svolítið merkilegt sko. Þetta fyrirbæri búið að vera til líklega 80 ár á Norðurlöndunum, svona harmoníkufélög. Þetta eru svona sértrúarsöfnuðir, mjög skemmtilegir og ég veit ekki til þess að sér til neitt unnendafélagi kringum fiðlur eða trommur eða saxofón eða neitt svoleiðis en harmoníkan, hún alveg sér á parti. Þetta fyrst og fremst fólk sem hefur gaman að skemmta sér með harmoníku og þar eru bæði inni spilarar, þeirra fólk, aðstandendur, makar, börn þess vegna og síðan hópur af fólki sem kemur til að dansa og hefur gaman af að dansa sem því miður allt og lítið en þetta eru svona eiginlega einu dansskemmtanirnir sem fólki boðið upp á í dag. Það eru þessi harmoníkumót og það dansa kannski 2-3 kvöld á helgi. Það er bara gaman að hvað fólk ánægt að hafa komið hérna í Stykkishólm. Því staðurinn hefur tekið ákaflega vel á móti okkur, skemmtilegt tjaldsvæðin hérna og bara notalegt þel íbúana gagnvart okkur. Þeir taka okkur alveg fagnandi sem hópi af þessu sértrúarsöfnuði. Þeir taka okkur bara fagnandi, hólmarar. Það er mjög gaman að vinna með þeim, virkilega gaman að vinna með þeim.